Bréf Páls til Filippímanna. Fyrsti kafli. Páll og Tímóteus þjóna Krist Jesú. Heilsa öllum heilugum í Filippí, sem í Kristi Jesú, ásamt biskupum þeirra og djáknum. Náð sé með yður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum í hvers skipti sem ég hugsa til yðar og gjöru ávallt í öllum bænum mínum með gleði, bæn fyrir yður öllum. Vegna samfélags yðar fagnaðarerindið frá hennum fyrsta degi til þessa, og ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrja yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krist. Víst það rétt fyrir mig að bera þennan hug til yðar allra. Ég hef yður í hjarta mínu og þér eigi allir hlutdeild með mér í náðinni, bæði í fjötrum mínum og þegar ég að verja fagnaðarerindið og staðfesta það. Guði mér þessu vitni, hvernig ég þrái yður alla með ástúð Krists Jesú. Og þetta bið ég að elska yðar aukist ennþá meir og meir að þekkingu og allir dómgreind, svo að þér getið metið á hluti rétt sem máli skipta og séu hreinir og ámælislausir til dags Krists. Auðugir að réttlætis ávistið þeim fæst fyrir Jesú Krist til dýrðar og lofs Guði. En ég vil bræðu að þér vitið að það sem fram við mig hefur komið hefur í raun orðið fagnaðarerindum til eflingar, því að það augljóst orðið í allri lífvarðashöllinni og fyrir öllum öðrum að ég í fjötrum vegna Krists. Og flestir af bræðrunum hafa öðlast meira traust á drottin við fjötra mína og fengið mér í djörfung til að tala orð Guðs óttalaust. Sumir prédika að sönnu Krist af öfund og þrætugirni, en sumir gjöra það líka af góðum hug. Þeir gjöra það af kærleika, vegna þess að þeir vita að ég settur fagnaðarerindum til varnar. Hinir prédika Krist af eigingirni og ekki af einum hug, heldur þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan af fjötra mína. En hvað það? Kristur allt að einu boðaður, hvort sem það heldur af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig, já, það mun áfram að gleði mig, því að ég veit að þetta veri mér til frelsunar fyrir bænir yðar og hjálpina sem andi Jesú Krist veitir mér. Og það einlæg löngun mín og von að ég í engu megi til skammar verða. Heldur að Kristur megi í allra augum, nú eins og ávallt, vegsamlegu verða í mér, hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Því að lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Veit ég eigi hvort ég á heldur að kjósa. Já, tvennu vondu að ráða. Við langar til að fara héðan og vera með Kristi, því að það væri miklu betra. En yðar vegna það nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá yður öllum. Yður til að framfara og gleði í trúnni. Þegar ég kem aftur til yðar, getið þér vegna mín ennframar hrósa yður í Kristi Jesú. En hvað sem öðru líður, þá hegðið yður eins og sambóðið fagnaðarerindinu Krist. Hvað sem ég kem og heimsæki yður eða ég fjarverandi, skal ég fá að heyra yður að þér standi stöðugir í einum anda og berjið saman með einni sál fyrir trúnni á fagnaðarerindið og láti engu skelfast af mótstöðumönnunum. Fyrir þá það merki frá Guði glötun þeirra en hjálpræði yðar. Því að yður vissu náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið þér í sömu baróttu sem þér sáu mig heyja og heyrið enn mig. Annar kafli. Ef nokkur smásýn uppkvætning í nafni Krists, ef kærleiks ávarp, ef samfélag andans, ef ástúð og meðumkun má sín nokkurs, þá gjöri gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítið látir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu,
tók að sér þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið, sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er Drottinn. Þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðnir, vinni nú að sjálfhjálpi þær með ugg og ótta, eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég er fjarri. Því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Gjörið allt án þess að mögla og hika, til þess að þér verði óaðfinnanlegir og hreinir, flekklaus Guðs börn með rangsnúinar og gjörspilltrar kynslóðar. Þér skíni hjá þeim eins og ljós í heiminum. Haldið fast við orð lífsins, mér til hrós á degi Krists. Þá hef ég ekki hlaupið til einskis né erfiða til ónýtis. Og enda þó blóði mínu verður úttelt við fórnarþjónustu mína. Þegar ég ber trúið þar fram fyrir Guð, þá gleðst ég og samgleðst yfir öllum. Af hinnu sama skulu þér einnig gleðjast og samgleðast mér. En ég hef þá von til Drottins Jesú að ég muni bráðum geta sendt Tímóteus til yðar, til þess að mér verði einnig hughagra, þá er ég fæ að vita hagi yðar. Ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlæglega and hagi yðar. Allir leita þess sem sjálfra þeirra er, en ekki þess sem Krist Jesú er. En þér vitið hvernig hann hefur reynst, að hann hefur þjónað að boðun fagnærindsins með mér eins og barn með föður sínum. Hann vona ég þá að geta sendt jafnskjótt og ég sé hvað mig verður. En ég ber það traust til Drottins að ég muni og bráðum koma sjálfur. Ég taldi það og nauðsynlegt að senda til yðar Epafrodítus, bróður minn, samverkamann og samherja, en sendi mann yðar og erindreka í því að bæta úr þörf minni. Hann hefur þráð yður alla og liðið illa út af því að þér höfðuð heyrt að hann hefði orðið sjúkur. Því sjúkur varð hann að dauða kominn, en Guð muskunnaði honum, og ekki einungis honum, heldur og mér, til þess að ég skildi eigi hafa hryggð á hryggð ofan. Fyrir því læt ég mér enn annara að senda hann heim. Til þess að þér verði aftur gladir, eða þér sáið hann, og mér verði hughagra. Takið því á móti honum í nafni Drottins, með öllum fögnuði, og hafið slíka menn í heiðri. Hann var að vinna fyrir Krist, þess vegna var hann að dauða kominn. Hann lagði líf sitt í hættu, til þess að bæta upp það sem brast á hjálpiðar mér til handar. 3. kafli. Að endingu bræður mínir, verið glaðir í Drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en yður er það til öryggis. Gefið gætur að hundunum, gefið gætur að hinum vondu verkamönnum, gefið gætur að hinum sundurskornu. Við erum hinir umskornu, við sem dýrkum Guð í anda hans og miklumst af Kristi Jesú og treystum ekki ytri yfirburðum. Jafnvel þótt ég hafi einnig þá ytri yfirburði sem ég gæti treyst. Ef einhver annar þykist geta treyst ytri yfirburðum, þá get ég það fremur. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamins, Hebrei, af Hebreum, farisi í afstöðnu til lögmálsins, svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlætið sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem mér var ávinningur, met ég nú vera tjón, sagði Krist. Já, meira að segja, met ég allt vera tjón hjá þeim, yfirburðum að þekka Krist Jesú. Drottinn minn, sakir hans hef ég mist allt, met það sem sorp, til þess að ég geti ávinni Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst af lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist. Réttlætið frá Guði með trúnni. Ég vil þekka Krist og kraft upprisu hans og samfélag písla hans með því að mótast eftir honum í dauða hans.
mætti mér auðnast að ná til upprissunar frá dauðum. Ekki svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin, en ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlað það með því að ég höndlar af Kristi Jesú. Bræður, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það. En eitt gjöri ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Þetta hugarfar skulum við því allir hafa sem fullkomnir og ef þér hugsið nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yður þetta. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Bræður, breytið allir eftir mér og festið sjónar yðar á þeim, sem breyta eftir þeirri fyrirmynd við höfum yður gefið. Margir breyta, ég hef oft sagt yður það, nú segi ég það jafnvel grátandi, eins og óvinir kross Krists. Afdrif þeirra eru glötun, Guð þeirra maginn. Þeim þykir sómi að skömminni og þeirra hafa hugan á jarðneskum munum. En föðurland vort á himni og frá himni væntum við frelsarans, Drottins Jesú Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilum líkama vorum og gjör hann líkan dýrðar líkama sínum, því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. 4. kafli. Þess vegna mínu elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna, standið þá stöðugir drottni þér elskuðu. Evodíu áminni ég og Syntyke áminni ég að vera samlindar vegna drottins. Já, ég bið einnig þig, trúlyndi samþjóð, hjálpa þú þeim, því að þær börðust með mér við boðun fagnærinsins, ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum, og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur, verið glaðir, ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum, drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð, og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu, bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestið það. Þetta sem þér hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skulu þér gjöra, og Guð friðarins mun vera með yður. Ég varð mjög glaður í drottni yfir því að hagur yðar hefur loks batnað svo aftur. Að þér gátuð hugsað til mín. Að sönnu hafið þér hugsað til mín, en gátuð ekki sýnt það. Ekki segi þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hefur lært að láta mér nægja það sem fyrir hendi Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég fullreyndur orðin í öllum hlutum. Að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Engu að síður gjörðu þér vel í því að taka þátt með mér í þrengingum minni. Þér vitið og Filippimenn að þegar ég í upphafi boðaði yður fagnærendið og var farin burt úr Makedóníu, hafði engin söfnur nema þér einir reikning hjá mér, yfirgefið og þegið. Meira að segja, þegar ég var í Þessalóníku, sendu þér mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna. Ekki að mér væri svo umhugað gjöfuna sem ábata þann sem ríkulega rennur í yðar reikning. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan ég af hendi Epafrodítusar tók við sendingunni frá yður. Þægilegum ilm, þekkri fórn, Guði velþóknanlegri. En Guð minn, af auðuleg dýrða sinnar í Kristi Jesú, uppfylla sér hverja þörfiðar. Guði og föður vorum sé dýrðinum aldir alda. Amen. Helsið öllum heilugum í Kristi Jesú. Bræðurnir sem hjá mér biðja heilsa yður. Allir hinir heilugu
við að heilsa yður, en einkanlega þeir sem eru í þjónustu keisarans. Náðin Drottins Jesú Krist sé með anda yðar.